Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Við tökum á þáttina þessu sinni upp hérna á R5 við Ráðhústorgið á Akureyri og við ætlum að venju að fjalla ýmislegt. Í dag meðal annars dagur leikskólans og við ætlum að fræðast aðeins hann og málþing tengt honum. Við ætlum líka að fræðast sjálfsmynd barna og ungmenna og fá til okkar ritgihöfund og konu sem heldur námskeið hérna víðanvöll í tengslum við það. Við ætlum líka að tala þorrablót Akureyrar sem haldið verður og sitt hvað fleira, en við ætlum að byrja á því að tala Go Red daginn. Verið velkomnar dömur. Takk. Þið eru þessar hjúkrunarfræðinemar við Háskólann á Akureyri sem takið þátt í Go Red daginum og byrjið kannski að segja mér bara hvað Go Red? Heyrðu, það semst svona forvarnardagur ætlaður sérstaklega fyrir konur hjartasjúkdóma. Já. Bara verið að vekja athygli á því að konur fá líka hjartasjúkdóma og þær eru oft með önnur einkenni heldur en þessi klassísku. Og það er bara verið að vekja athygli á því að kynna fyrir konum hver þessi einkenni eru og svoleiðis. Það nefnilega, maður tengir hjartaáfall, það einhvern veginn svona verkur út í vinstri hendi, maður sér þetta í bíómyndunum og svo leggst ykkur niður í gólfið, það ekkert endilega það sem gerist? Þessi klassíski verkur náttúrulega svona þyngsli fyrir brjósti sem leiðir út til vinstri öxl og niður í vinstri hendi. En það alveg ýmis önnur einkenni og sérstaklega hjá konum, maður getur komið fram sem magaverkur, verkur í bakinu líka. Ógleði, verkir í kjálka. En það alveg bara allt sem leiðir hérna út frá hjartanu, jafnvel komið í hægri öxlina. Já. Og eru konur, haldið þið þegar að tjallað eins og það Hjartavernd Norðurland sem að standa að þessu og þeir að styðja í þessu, talað þetta sérstaklega að konur séu svona ómeðvitaðar hjartasjúkdóma? Af því að þessi einkenni eru oft svo óljós og þetta oft einmitt bara magaverkur og fólk heldur bara að það sem pest. Já. Þannig að... En þetta getur verið dálítið vandræðalegt að því að það stundum af eða á annarkvort einmitt ignorar eða er fólk að svona sleppa því að horfa á einkenni og leita sér ekki hjálpar og bara svona þetta nú bara eitthvað, en svo hitt ef maður fer að googla, ég hef googlað ef ég með eitthvað og ég er dáin alveg 10 sinnum með banvæna sjúkdóma upp á öxlum. Hvernig á fólk að í rauninni, það með magaverk? Það náttúrulega eru fáir orðnir núna með heimilislækni því miður. En það náttúrulega væri gott ef þið gætu fylgst með. Þá svolítið að grípa henni sjálfur, fylgjast reglulega með, fylgjast með blóðþrýstingnum og svona vera vakandi og koma frekar en ekki. Já, nákvæmlega, það líka eitt af þessu. Alltaf betra koma einu sinni of oft heldur en einu sinni of sjálfur. Heilsugæslan þarna ástæðu til forvarnar meðal annars. Þannig að ekki bíða þangað til þú þurfir að fara í aðgerð, heldur frekar að fara reglulegt tékk á heilsugæslunni. Og meiri sætt að fara í apótekinn og láta mæla blóðþrýsting einhver aðeins. Já, þannig að það hægt að fara og tjekka á því. Já. Hver eru þá mörkin, þekkið þið þau? Það náttúrulega með, ef það eru áhættuþættir til staðar, þá áttu alltaf að líta alvarlegra á þessi einkenni. Og áhættuþættirnir til dæmis, ef þú reykir, það er mjög stór áhættuþættur. Offita, hreyfingarleysi, sykursýki, lélegt mataræði. Fjölskyldusaga. Og þá þarf alltaf að huga að öllum þessum einkennum og fylgjast vel með. En þegar þið talað blóðþrýstingi þá þið væntanlega að tala of háan blóðþrýsting? Já, það er yfirleitt vandamálið. Og hvar eru mörkin? Hvenær blóðþrýstingurinn of há? Það er talað samkvæmt einhverjum bókum 140–90 hjá fólki svona milli 40 og 80. En það náttúrulega því fleiri áhættuþættir því lægra leyfir þeir að fara, Og já, ég myndi 140–90 er svona góða punktur. Ef þú komin yfir það, þá láttu tjekka. En það er ekkert að ég láttu tjekka fyrr, ef þú ert óvinn í há, það er svona borgar sem fylgjast bara reglulega með að þú ferð að hækka. Þess vegna er gott að vita alltaf hver svona sirka þrýstingurinn hjá mann og þá getur maður séð ef maður allt í einu byrjað að hækka. Já, að það sé ykkur breyting. Já, að vita hvert þitt norm kannski. En hvernig það þegar maður er hjúkrunarfræðinemi? Því ég var nú að tala að sitja og googla og upplifa að maður sé komið með banvæna sjúkdóma í hrönnum ef maður fær hausverk. Hvernig það með hjúkrunarfræðinema þegar þið eru að liggja yfir þessum sjúkdómsgreiningum? Farið ekkert í þetta sjálfar? Jú, við greinum okkur oft með alla mögulega sjúkdóma. Já. Medical student syndrome. Já, það er þekkt fyrirbæri. Já. Og hvernig taklið þið það? Maður fær nú brætti sig að því að maður getur nú ekki verið með alla þessa sjúkdóma. Þannig að maður fær svona bara að hlusta á þau einkenni sem er eitthvað við En svo hefur maður líka að þeir sem eru orðnir kannski vanir, hjúkrunarfræðingar eða læknar, þeir fara síðan jafnvel sjálfir að horfa fram hjá einkennum
af því að, gera lítið úr þeim. já, þannig að það kemur eiginlega svona næsta. Já, við erum ekkert skárri en annað fólk með þetta. Við lítum líka fram hjá þessu bara eins og hver annar, sko. Það er einmitt oft með heilbrigðisstarfsfólk að það leitar miklu seinna Já. til læknis af því að það er svona, nei, þetta er ekki neitt. Já, já, ég vil ekki vera heilbrigðisstarfsmaðurinn sem fer og vælir yfir einhverju smotterí. Vil ekki vera trufla hina. Já, í vinnunni, nóg að gera. En hvað finnst ykkur svona almennt nú er mikil umræða íslenska heilbrigðiskerfið og bara ef ég tala persónulega skoðanir ykkar þó að það sé nú ekki beint tengt nákvæmlega þessum degi og þó, því að þegar að þú vilt fara og tekka á enginu hjá heimilislækni þá er kannski 3-4 vikna bið eftir að komast. Hvernig er ykkar skoðun þegar þeir eru að fara inn í þennan geira og hafi áhuga á því að vinna í honum með við þá umfjöllun og umræðu sem er í samfélaginu? Hvernig líta ungir hjúkrunarfræðinemar á það? Sko, okkur finnst heilbrigðiskerfið í dag náttúrulega bara alveg glatað, sko. Að einmitt, vera með eitthvað enginn og þurfa að bíða 3 vikur eftir að láta kíkja á það. Og þess vegna reyndar náttúrulega slysamóttakan, en það er oft svo rosalega mikið að gera þar, bæði með stór og lítil mál. Það er náttúrulega vandamál að hún er orðin full því að það fer enginn til heilsugæslunnar því að kemst enginn af í tíma. Og enginn með heimilislækni og svona. Það vantar náttúrulega peningin í allt kerfið, en það vantar forvarnir náttúrulega borga sig þegar það kemur seinna. Og það er líka eitt, það er nú ofta rætt það að forvarnir geti líka fyrir utan það náttúrulega að það sé gott fyrir mannveruna, að þá sé það bara hreinlega mikill sparnaður í forvarnum. Já. Sjáuð þið það? Það er það, sko, eins og sérstaklega með hjartasjúkdómana og sykursýki og annað, að forvarnir, þótt að það kosti mikið þegar það þarf að leggja út fyrir þeim allt í einu, þá mun að kosta bæði samfélagið og einstaklingin mun minna heldur en ef hann greinist svo með kransæðastíflu eða annað. Já, til lengri tíma litið, nákvæmlega. En hvers vegna í ósköpunum nennið að leggja það á ykkur að fara í hjúkrunarfræðina? Þetta er bara svo skemmtilegt. Mjög gaman. Er það þessi, afsakið hvað þetta er dónaleg spurning, en það hlýtur að vera þannig að þó þú hafir ástríðu fyrir einhverju að fólk einhvers staðar stopp og segi ef heilbrigðiskerfið er í molum, ekki eru launin eitthvað sem erum ekki að fara að kaupa mörg einbýlishús fyrir. En er þetta ástríða? Finnið það fyrir því hjá ykkur sjálfum og samnemyndum ykkar að þetta er hugsjóna? Já, algjörlega. Annars hefði maður ekkert farið í þetta nám, held ég. Ef maður setur svona mörk, ég er ekki tilbúin að vinna á Landspítalanum til dæmis og dálagi, bara frekar farið í eitthvað annað heldur en að fara þangað. Ég meina, ef við reynum ekki, hver á þá að reyna? Nákvæmlega, algjörlega. Það er alltaf allir hinir. Já. Nákvæmlega. En hvernig verður þetta? Þeir verðið þess að hér á Akureyri, að minnsta kosti á morgun. Hvernig gengur þetta fyrir sig? Það er sem sagt, við verðum á Gleratorgi, í Pennanum, Eymundsson og í Krónunni, sem sagt húsinu, ekki búðinni. Og þið, já, en það er ekki Krónum fyrir nú? Nei. En hvað gerir þið? Þið eru þess að mæla blóðþrýstingin? Já, við verðum milli 1 og 4 og verðum bara að mæla blóðþrýsting. Og ef við sjáum eitthvað svona óeðlilegt þá annarkvort leyfum fólki að sitja í smástund og mælum svo aftur af því að fólk er oft hærra þegar það er búið að vera hlaupum og svona. Og ef við sjáum eitthvað sem okkur líst ekkert á þá bara segjum við þeim að kíkja til heimilislæknis og láta athuga aðeins betur. Svo bara svona ráðleggingar og fólk getur komið spurningar og annað. Ég heyrði að þegar þessi dagur var haldinn síðasta þá voru, ef ég man rétt 8 manns sem fóru upp á sjúkrahús í rauninni eftir bara mælingar af þessu tagi. Já, ég meina ef við fáum bara fáránlega háan blóðþrýsting og hann lagast ekkert þótt að fólk sitji og jafnvel ef það er með óreglulegan púls eða annað þá náttúrulega gefur það bara til kynna að fólk ætti að kíkja strax. Nákvæmlega. Þannig að svona dagar geta alveg skipt máli. Það geta það nefnilega. Já. Þannig að að gera hvetja alla til þess að nýta tækifærið og ef þau vilja, taka stöðum að þeir eru ekki blóðþrýstingsmæli heima hjá sér. Og bara að gera að koma og ég meina þetta er á 3 stöðum þannig að það er möguleiki að þú veist að fara í Netto eða eitthvað að koma við og þetta er fyrir alla. Þótt að við einbleinum á konur þá er þetta samt fyrir alla. Já. Það getur hver sem er komið og láta mælt hjá sér. Verður þetta ekki bara pínu gaman? Jú, auðvitað. Yndislegt að fá ykkur og þetta er flott framtak og þú veist líka að þið séuð í náminu, svona hugsjónakonur, gaman að fá ykkur. Takk. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum hér rétt á eftir.